Komið sæl, ég heiti Ingibjörg Hjaltadóttir og þetta er fyrirlestur númer 5 líkamlega færni og vandamál. Nú eins og áður þá er best að hafa eyðublaðið og leiðbeiningabókina við hendina og við erum að fjalla líkamlega færni og vandamál og fyrsta atriði í þeim hluta það þarf að merkja við 2 dálka þannig að hvert einasta atriði fyrir ADL getu er metið á tvennan hátt. Það er í fyrsta lagi metið fyrir sjálfsbjargargetu við athafnir daglegs lífs og þá er tilgangurinn að skrá hversu sjálfbjarga íbúinn var við athafnir daglegs lífs á síðastliðnum 7 dögum og aðalatriðið er að skrá hvað gerði íbúinn í raun sjálfur og hversu mikla hvatningu eða aðstoð fékk hann, hvernig var hvað gerði hann sjálfur. Síðan er líka merkt við aðstoð við athafnir daglegs lífs og tilgangurinn að skrá hvers konar aðstoð og mestu aðstoð sem viðkomandi fékk. Þannig að það er svolítið munur á þessum 2 kóðum. Sjálfsbjargargetan er merkt við þannig að við erum að skoða hvað gerði íbúinn í raun og veru sjálfur og í aðstoðinni þá erum við að skrá mestu aðstoð sem hann fékk síðastliðna 7 daga. Þannig að ef einhver fékk bara borðaði sjálfur alla vikuna en einu sinni var hann mataður, þá merkjum við aðstoðinni eins og hann sé mataður en sjálfsbjargargetuna þá merkjum við eins og hann hafi verið sjálfbjarga. Hérna sjáum við líka aftur eins og þetta lítur út í tölvunni. Það eru kóði A og B og þarna sjáum við dálku A merktu með rauðu og það er mælt með því að þegar maður er að vinna þetta atriði að klára að merkja við alla þættina í A-dálkinum og fara svo að vinna með B-dálkin og merkja hann allan. Þannig að þetta auðveldar því að við gerum þetta rétt, að gera fyrst fylla í alla þættina í A og síðan B. Nú atriðin sem verður að meta eru hreyfifærni í rúmi, hvernig íbúinn hreyfir sig í og úr liggjandi stöðu, veltir sér á hliðarnar og hagræðir sér út af liggjandi. B, það er flutningur. Þá erum við að meta hvernig íbúinn flytur sig frá einni staðsetningu í aðra, svo sem að og frá rúmi, stól, hjólastól, standandi stöðu. Og hérna er smá undantekning. Hér er ekki talið með flutningu til eða frá baði eða salerni og þessi atriði tiltekin undir liðnum salernisferðir og böð. Þannig að það er mjög mikilvægt að vera að lesa hvaða skilgreiningar eru á bak við hvert atriði og oft eru meiri upplýsingar í leiðbeiningabókinni. Þannig að þarna þurfum maður að vera á varðbergi. Nú C, það er gengið í herbergi, D, gengið á ganginum, E, hreyfing milli staða á deildinni, F, hreyfing milli staða utan deildarinnar, G, það er að klæðast, H, að matast og þarna þurfum við líka að hafa í huga að aðferð við að borða og drekka án tillits til borðsiða. Þannig að ef að fólk til dæmis er alveg fært að borða sjálft eða tínir bitana upp í sig með fingrunum, þá er það sjálfbjarga. Það þarf ekki endilega að vera fært að nota hníf og gaffal. Og þarna er talið líka með aðferðir við að nærast með öðrum aðferðum, til þess með sondunæringu eða næringu í æð. Nú síðan er I, salernisferðir. Þar er verið að meta hvernig íbúinn notar salerni, bekkenstól, bekkan, þvagflösku, kemst að og frá salerni, þerrar sig, hefur bleiuskipti, sér stómju eða þvaglegg og lagfæri klæðnað eftir salernisferðir. Þannig að þarna er verið að tala alveg frá því að viðkomandi kemur sér að klósettinu sjálfur eða með aðstoð og allt sem hann þarf að gera á klósettinu og síðan að þegar hann er búinn að hýsa upp þessu buxurnar eða laga klæðina eftir salernisferðir. Þannig að það er allt inn í þessu. Nú J, það er persónulegt hreinlæti, hvernig íbúinn gengur að sjá persónulega umhirðu, greiða sér, bursta tennur, raka sig, setja á sig andlitsfarða, þvo andlit og hendur, sjá neðanþvott. En þarna er undantekning, þarna erum við ekki að meta. Þannig að ef viðkomandi er að fara í baðkar eða fara í sturtu, það er metið í atriðinu númer 2 sem kemur á eftir þessu. Nú sjálfsbjargargeta við ADL. Hún, eins og ég sagði áðan, mælir hvað íbúinn gerði í raun og veru án aðstoðar. Ekki það sem hann hefði geta gert. Og
við skráum ekki það sem að íbúinn ætti að geta gert sjálfur með að við líkamlegt ástand, heldur það sem gerðist. Raunveruleikinn sem gerðist á síðastliðnum 7 dögum, við skráum hann. Nú, við þurfum að ná fram heildarmynd af sjálfsbjargargetu íbúans við ADL og við erum þá að miða við allan sólarhringinn, allar vaktir. Og það sem að talnakóðun reynir að gera er að tryggja að íbúinn sé ekki flokkar í of léttan eða þungan flokk og þá er það gert með því að það eru leyfilegar undantekningar, 1 eða 2 undantekningar þar sem meira aðstoð leyfileg. Og eins og nefnt áður að það er mikilvægt að það séu upplýsingar frá starfsfólki og öllum vöktum. Hérna sjáum við aftur hvernig það lítur út í tölvunni og það er hérna kóði A. Byrjum á honum og hann er hér, 0, þýðir að viðkomandi er sjálfbjarga. Hann þarfnast sem sagt engrar hjálpar eða eftirlits eða, það er undantekningin, hann þarf hjálp eftirlit sem er veitt einungis 1 sinni til 2 sinnum á síðustu 7 dögum. 1 þýðir að viðkomandi þarf tilsýn, hann þarf hvatningu, eftirlit eða vísbendingar sem eru veittar 3 sinnum eða oftar síðastliðna 7 daga. Svo er undantekningin eða hann þarf tilsýn 3 eða oftar og líkamlega hjálp sem er veitt innan við 1 sinni til 2 sinnum síðastliðna 7 daga. Og þar getum við sagt að ef viðkomandi borðar alltaf sjálfur, nema 1 sinni á þessu vikutímabili var hann mataður, þá er hann samt sem áður skráður 0 sjálfbjarga. Þannig að þetta er þessar undantekningar sem eru leyfðar 1 sinni til 2 sinnum. Nú 2 þýðir takmörkuð aðstoð, íbúinn tók verulegan þátt í athöfninni, fékk líkamlega aðstoð eða leiðbeiningu við hreyfingu eða fékk aðra létta aðstoð án þess að íbúinum væri lyft, 3 sinnum eða oftar. Eða undantekningin er meiri aðstoð veitt en sem nemur 1 sinni til 2 sinnum síðustu 7 daga. Síðan er kóði 3 sem er mikil aðstoð. Þá er skilgreiningin þannig að það er jafnframt því að íbúinn framkvæmdi hluta af athöfninni síðustu 7 daga, hann er tekur þátt í athöfninni, var eftirfarandi aðstoð veitt 3 sinnum eða oftar. Það er verulegu stuðningu við athöfnina þar sem að íbúinum er lyft, starfsmaður hélt uppi líkamsþunga íbúans, þetta er veitt 3 eða oftar og síðan má hafa stundu þurft að fá alla hjálp frá umönnunaraðilum og það má vera 2, 3, 5 sinnum. Þess að atriði er að viðkomandi tekur oftast þátt í athöfninni en getur þurft stundum alla hjálp. Nú þyngsti kóðinn sem er 4, algjörlega ósjálfbjarga, þar þarf viðkomandi að fá alla hjálp frá umönnunaraðilum alla síðastliðna 7 daga og íbúinn tekur engan þátt í neinu af skilgreindu þáttum ADL, þannig að ef að í 1 skipti hann tekur þátt í, eða nokkur skipti hann tekur þátt í að gera athöfnina, þá lendir hann í númer 3. Nú síðan er kóði 8, það þýðir það að athöfnin var aldrei framkvæmd allt 7 daga tímabilið. Síðustu 7 daga var athöfnin ekki framkvæmd af starfsfólki eða íbúa, með öðrum orðum það átti þessi athöfn sér ekki stað. Þannig að við merkjum við þetta til dæmis ef að viðkomandi hefur alla 7 dagana aldrei farið að ganga fram að gangi, þá hefur athöfnin aldrei átt sér stað og við merkjum við með 8. Hér sjáum við skema sem hjálpar manni að fara að gefa réttan kóða og við getum byrjað á byrjuninni, hversu oft var hjálp eða eftirlit og þarna eru tilgreindar að það er ákveðin leyfilegar undantekningar og sjá þarna með rauðu örinni að þarna er verið að veita leyfi til að gera eitthvað alltaf 2 skipti og þetta getur hjálpað ykkur að skoða hvaða kóða og nota fyrir einstaklingin. Þetta rekja sig eftir þessari mynd. Og þessi mynd er í leiðbeiningabókinni. Nú hérna er svo aðeins að tala hinn dálkinn eða dálk B. Þá erum við að meta aðstoð við athafnir daglegs lífs og við erum að mæla mestu aðstoð. Það er
greinarmunur. Þarna þegar við að meta aðstoð þá skráum við alltaf mestu aðstoð sem starfsfólk veitti íbúunum og síðastliðnum 7 dögum. Og jafnvel þó að það hafa aðeins verið gert einu sinni. Þetta er annar kóði og hérna er svolítið önnur áhersluatriði heldur en í hinum kóðunum sem ég talaði áðan. Aðstoð við undirbúning, það er svo aðstoð sem felst í því að útvega íbúunum áhöld, föt eða búa í haginn fyrir íbúan, svo hann getur orðið meira sjálfbjarga við ADL. Þetta getur einnig falið í sér að rétta íbúunum einhvern hlut sem hann síðan tekur við. Og það eru fleiri dæmi í leiðbeiningabókinni það hvernig aðstoð við undirbúning er. Við höfum ekki að skrá þá aðstoð sem íbúinn ætti að fá samkvæmt skráðri hjúkrunaráætlun, þannig að ef hann hefur ekki fengið aðstoðina þá skráum við hann ekki. Og við skráum það sem er raunverulega veitt. Hérna sjáum við þessa 2 dálka og kóðana og við vitum að það er ekkert samræmi á milli númerana sem lenda í dálki fyrir sjálfsbjargargetu og dálkinum aðstoð. Og við þurfum líka að athuga það að hæsti kóði fyrir sjálfsbjargargetu eru 4 en hæsti kóði fyrir aðstoð eru 3. Þannig að leið og við þurfum að fara að setja 4 í aðstoð þá erum við komið villu. Hérna er kóði fyrir B, þannig í græna rammanum. Og hérna ætla ég aðeins að fara yfir talnakóðan fyrir aðstoð. 0 þýðir að það er engin undirbúningur eða líkamlega aðstoð frá umönnunaraðila, þannig að þarna til dæmis ef við komum til að klæða sig þá getur hann sjálfur náð í fötin sín í skáp. Það þarf ekki að taka þau til. Ef við gefum kóða 1 þá er það einungis aðstoð við undirbúning. Íbúinn fær efni og áhöld sem hann þarf til að framkvæma sjálfur athafnir daglegs lífs. Það er til dæmis ef við þurfum að taka til fötin og raða þeim á stól og við hlið sjúkling íbúans þannig að hann geti sjálfur klætt sig. 2, það er líkamlega aðstoð veitt af einum einstaklingi og kóði 3 þýðir að líkamlega aðstoð hafi verið veitt af 2 eða fleirum. Það þarf 2 eða fleiri starfsmenn til þess að aðstoða þennan íbúa. Og aftur 8, athöfnin var aldrei framkvæmd allt 7. tímabilið og þegar kóði 8 er skráður í dálkinum aðstoð þá er einnig að skrá kóða 8 í dálki fyrir sjálfsbjargargetu fyrir sömu ADL athöfn. Þannig að þetta er í eina skipti sem er sambærilegur kóði í báðum dálkum, það er þegar við merkjum 8. Síðan atriði númer 2, þar sem verið að skrá böðun og þar eru líka 2 kóðar, en þar þurfum við að passa að kóði A er orðin öðruvísi vegna þess að við erum ekki að framkvæma böðun eins oft í viku eins og aðrar athafnir daglegs lífs og þarna er notaður annar kóði fyrir A en það er sami kóði og áður fyrir B en það er merkt fyrir báða A og B fyrir þetta atriði böðun. Skilgreiningin er svo að það er hæfni til að baða sig í baðkari eða sturtu og það felur í sig getu til að fara í og úr baði eða sturtu og á við böðun og öllum líkamsspörtum bæði efri og neðri útlim, búk og einnig neðanþvott. En þarna er undantekning, við erum ekki að meta þarna hárþvott eða þvott á baki. Því fólk getur verið tiltölulega eða algjörlega sjálfbjarga en þegið kannski aðstoð við þetta. Talnakóði A, sjálfsbjargargeta við böðun. Hún skráir sjálfsbjargargetu íbúans og aðstoð sem hann fær við böðun samkvæmt þeim kóðum sem skráður eru hér neðan og þegar kóði er valinn þá hefur hann notað þann sem endurspeglar mestu aðstoð sem íbúinn fékk þegar hann fór í bað. Þetta er svolítið öðruvísi heldur en við gerðum með kóða A í atriði 1. Þannig að ef að viðkomandi er sjálfbjarga í sturtunni í 1 skipti og svo næsta skipti sem er innan sömu 7 daga hann þarf aðeins aðstoð, þá merkjum við eins og að þegar hann þurfti aðstoðina. 0 sjálfbjarga, það er engin aðstoð veitt, 1 þýðir eftirlit, 2 þýðir líkamlega aðstoð eingöngu við flutning, 3 þýðir líkamlega aðstoð við hluta af böðun og 4 algjörlega ósjálfbjarga og 8 er aftur athöfnin var aldrei framkvæmd allt 7. tímabilið.
Nú talnakóði B, aðstoð. Við skráum mestu aðstoð sem íbúðum var veittur böðun eins og áður. Og þetta sem sagt sami kóðun og ég fór yfir áðan, sem notaður var við G1. Þetta atriði G2. Svo ætla ég aðeins að fjalla hérna eitt atriði í G6, aðferð við flutning. Það atriði sem er G6a og heitir alveg eða að mestu leyti rúmfastur. Íbúinn í rúmi sínu eða í hægindastól í eigin herbergi 22 tíma á sólarhring. Og þetta á einnig við íbúa sem eru alveg rúmfastir vegna lélegs heilsufars en fá aðstoð við að fara á salerni. Þessar upplýsingar eru mikilvægar við gerð meðferðaráætlana til að greina íbúa sem eru í áhættu á að fá líkamleg vandamál eða færniskerðingu í tengslum við hreyfihömlun og einnig að greina vandamál tengd vitrænni getu, hugarástandi og hegðun vegna félagslegrar einangrunar. Þannig að við þetta atriði merkt ef að hafi þetta ástand átt við að minnstakosti 4 af síðastliðnum 7 dögum sem verið er að meta, að viðkomandi hafi verið 22 tíma inni á herberginu sínu. En þarna hefur embætti landlæknis sett inn sérstakar athugasemdir inn í leiðbeiningabókina til þess að aðstoða fólk við að meta þetta rétt og þar er sagt að þessi liður á ekki við íbúa sem einhverja hluta vegna vilja vera í friði heima hjá sig. Þetta er bara sjálfstæð ákvörðun viðkomandi, hann getur farið fram, hann er bara sáttur við að vera heima hjá sig og vera í friðinu og herberginu sínu og er þess vegna mestan hluta sólarhringsins inn í herberginu sínu en eru færir að komast út og í rúm og úr stól og getur farið sjálfur. Þetta fólk þarf bara hins vegar að huga sérstaklega því að það einangrist ekki félagslega. Og þá er þetta komið með hluta G. Takk fyrir.